Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér er góðu gestur Frosti Logason, vertu velkomin. Takk fyrir kjalla, sæl og blessuð. Herðu, það eru vendingar á Sýn, Stöð 2, fyrirverandi Stöð 2, þar að segja. Og mér datt nú engin annar í hug, akkurat í dag, að ræða þessi mál. Það hefur nú illa náðst í fjölmiðlafólk. Hvað hefur að kalla þetta núna? Samsteypu sínar síðustu daga. Það eru kannski ekki tilbúin til þess að ræða alveg þær vendingar sem eiga sér stað, en hérna þú hefur nú fylgst náið með, þú varst nú svona í Instakoppi þarna í fjölda ára. Hvað er að gerast? Ég nú ekki með einhverja svona insight upplýsingar af rekstrarskristofunni eða hvað þannig, en auðvitað er öllum ljóst sem að hafa fylgst með umræðinni að Sýn er búin að vera í kröppum dansi rekstrarlega í langan tíma og þetta er auðvitað fyrst og fremst einhvers konar björgunaraðgerðir sem að eiga sér stað þarna núna, þó að þetta sé auðvitað presenterað, eða sem sagt okkur er kynnt þetta sem eitthvað æðislegt nýtt upphaf og bara að vera að gera allt miklu betra og flottara og eitthvað svona, þá er þetta auðvitað það er verið að reyna að bjarga rústunum sem þarna eru. Þetta er auðvitað búið að vera gríðarlega erfiður rekstur í langa tíma, það er bara rekstrarumhverfi fjölmiðla er hræðilega vont. Og það er auðvitað, mér skilst að fjarskiptahlutin gangi betur heldur en fjölmiðlarnir sem að kemur ekki óvart, en þetta er búið að vera viðstöðulaust tap núna í langan tíma. Já. Og Sýn er félag á markaði og hlutabréfaeigendur náttúrulega get ekki sætt sig við það að virði félagsins bara hríðfellur og blæðir peningum mánuð eftir mánuð, ár eftir ár og þarna er farið í einhverja svona hagræðingar aðgerðir sem að ég persónulega held að það séu mjög, eins og þú veist, Stöð 2 er 39 ára gamalt vörumerki sem að hefur vaxið með þjóðinni og bara er svona household name, leið mér að sletta Já. Og ég held að það sé mjög óráðlegt að taka svo rótgróið vörumerki og fleygja því bara fyrir borð, en þetta er eflaust maður er búin að heyra hluti af eftir rekstrarvandinn er mikill og þeir þurfa að greiða bara fyrir Vodafone nafnið eitt og sér hvort það sé einhverja 400 milljónir á ári eða eitthvað svoleiðis og þeir eru átt að tapa 400 milljónum á ári og átt að greiða fyrir nafnið. Þetta er eins og þegar McDonald's var það Metro af því að það var ódýrt að vera með franchises og það er auðvitað þú veist þetta er auðvitað skref niður á við og það segir reyndar í tilkynningunni sem er sendur frá sér að áfram verði gott samstarf við Vodafone Group erlendis upp á tækniþróun og svo framvegis. Mér finnst það grunnsamlegt. Af hverju er verið að grauta saman þessu fjarskiptarekstri versus svo fjölmiðlarekstri? Það er svolítið það sem ég hef á svolítið erfitt með að skilja. Þetta er einhver hugmynd sem að er búin að vera í gerjun í löndunum í kringum okkur, þú veist, í núna 20 ár. Það er alveg langt síðan að þetta byrjaði að gerast og menn sáu einhver svona samleiðar áhrif í því að reka fjarskiptafyrirtæki með fjölmiðlum. Ég hef ekki séð að þetta sé neitt sérstaklega ráðlegt, en nú er þetta ég veit ekki, sá einhverja fréttir það að Stöð 2 ætla að hætta til dæmis með myndlyklana sem eru búin að vera með og þetta verður allt bara í appi. Þú veist, þetta er og fréttin sem ég sá og þá var forstjóri Símans held ég eitthvað að tala að þetta væri nú sennilega ekki löglegt að gagnvart neytendum að þú verður að vera með smáforrit til þess að geta horft á myndefni Stöðvar 2 sem heitir núna Sýn sjónvarp. En þetta er allt svona þetta er náttúrulega lyktar bara því að það sé verið að reyna að spara peninga og strömlínur að laga reksturinn og ég hef miklar áhyggjur af því að þetta sé bara upphafið af meiri hnignun, að það er að segja meiri niðurskurði og
og þá ég náttúrulega persónulega með mínar sko tengingar við Exi 977 maður hefur miklar áhyggjur af því að það verði, einhver baunateljari farið að líta svo á að þetta sé ekki skila nægilega miklu og því verði hent á haugana sko. Sem reyndar einmitt og áhyggjuefni, manni finnst það einmitt að þegar á tímum þar sem við ættum að vera að efla fjölmiðla og við ættum að vera að móka undir fjölbreytta fjölmiðla, við ættum að vera að styrkja útvarpsendingar, við ættum að vera að gera hitt og þetta vegna þess að heims ástandið einhvern veginn bara býður upp á það að hér verði fjallað hlutina að þá einhvern veginn ætlum við að fara þessa leið með þetta stóra fjölmiðlafyrirtæki sem einmitt eins og segir rótgróið, það jafn gamalt og ég, það verður fertugt á næsta ári og að svona kollvarpaði til þess að straumlínu laga það eins og þú sagðir að sko kauphöllinni. Já. Það er það ekki áhugjefni? Einmitt sko, ég nefni Exi 977 fyrst og kannski mörgum geti ekki verið meira slett sama þá ágætu stöð en hún hefur svona rætur í minni menningu og en auðvitað stóra áhugjefni bara fréttastofa Stöðvar 2 sem að ofsalega kostnaðarsöm rekstrarreining og með þessu sko við sjáum sín vera að færa sér nær svona þessu módeli sem að sjónvarp Símans og hvort þetta verði bara svona efnisveita eins og Síminn og Netflix og annað eins þá svona og þetta hefur verið hangandi yfir lengi að fréttastofa Stöðvar 2 gæti verið sko skorin út. Ég man eftir því samtali sko 2013-15 þegar ég var að vinna þar sko. En ég veit ekki sko Jón Ásgeir Jóhannesson nú komin inn í eigandahóp hluthafa hjá sín og ég nú einn af þeim sem taldi það að vera mjög góða fréttir ég veit ekki mér skilst að hann sé ekki komið með sko fulltrúa í stjórn eða eitthvað svona en það var gott að vinna þegar Jón Ásgeir var eigandi þessara fjölmiðla hjá þessari samsteypu og maður verður svona að binda vonir við að hann sé að koma inn til þess að efla þetta en maður veit ekki, þessar aðgerðir sem við sjáum núna eru klálega sko ekki góðar fréttir. En þessi svakalega breyting og þessi umbylting fundurinn í Egilshöll og svona, þetta allt svolítið svona hefði ekki verið hægt að gera þetta einhvern veginn svona, þetta svolítið svona extravagant, þetta svolítið svona brjálæðislegt allt saman. Það verið að reyna að skapa einhver svona stemningu að það sé allt upp á við sko, sem það alveg klálega ekki og maður skilur eins og ég segi, björgunarleiðangurinn bara það búið að vera viðstöðulaust tap aftur og aftur en þetta sko eins og þú sagðir áðan þetta bara dapurlegt vitni ömurlega stöðu sko einkarekinna fjölmiðla á Íslandi og að við skulum ekki vera búin að ráðast í aðgerðir sko, ég nefni alltaf fyrst og fremst auðvitað náttúrulega bara RÚV á sko að ekki vera á auglýsingamarkaði því að og það hefði þurft að gerast sko fyrir 15 árum síðan að RÚV verið tekið af auglýsingamarkaði áður en að stóru erlendu sko samfélagsmiðlarnir Google og Facebook og svona fóru að selja auglýsingar á Íslandi. Þá hefði íslenskir fjölmiðlar sko náð betri svona undirstöðu. Það líka bara dásamleg þjónusta við neytendur að þurfa ekki að horfa í gegnum sitja í gegnum auglýsingar á ríkismiðlunum. Ég held að það sé svo, ekki það að auglýsingar eru þetta líka ákveðin þjónusta við Já, en ég gef nú lítið fyrir þau rök einhvern veginn að auglýsingar séu þjónusta og það verði að vera eitthvað slott á undan áramótasköpunu fyrir auglýsendur og eitthvað svona, þetta bara, ég meina þá væri þetta bara allt, þá myndi þetta allt kosta það saman. Já, í löndunum í kringum okkur, þá eru Norðurlanda þjóðirnar ekki með auglýsingar á ekki BBC og þetta svo rosalega óheilbrigt, það alveg saman hvort þú sést gallharður sósíalisti eða kapitalisti sko, að það hljóta allir að sjá það að vera með sem sagt frjálsan markað og vera síðan með sko ríkisfyrirtæki sem að fær í aðra röndina
væna fúlgu af skattpening almennings ég meina, þetta og á sama tíma að keppa 100 milljarðar sko. Já, og svo á sama tíma að keppa á samkeppnismarkaði við hinn einkareknu fyrirtækin sem fá engar sem eru bara að greiða gjöld og skatta. Þannig að þetta heldur hrópandi ósiðlegt. Heldur þetta sé RÚV að kenna að svona sé komið fyrir sín? Já, sko, það þessu fyrirkomulagi RÚV að kenna. Ég vil ekki kenna sko RÚV stofnuninni per se þetta, en þetta fyrirkomulag að hafa RÚV láta það leika lausum hala á auglýsingamarkaði stór þáttur í þessu. Svo náttúrulega hefur við ekki borið gæfu til þess að skattleggja þessar erlendu veitur og og auglýsingatekjurnar sem að renna til þeirra, Facebook og Google og svo framvegis. Þetta bara eitthvað vilda vestur sem að átti að vera búið að taka á fyrir löngu síðan. Svo má líka nefna frelsi fjölmiðla til þess að auglýsa til dæmis veðmálastarfsemi eða bjór og léttvín. Þetta mikið markaðsfé sem að íslenskir fjölmiðlar verða af á meðan að fjölmiðlar í löndunum í kringum okkur Er það stengur bara rauðvínsborðið? Já, til dæmis. Nei, ég meina, mér finnst þetta vera allt og mikil forræðishyggja að það með ekki auglýsa bjór og léttvín eins og í bara heilbrigðum löndum í kringum okkur. Sömulegis með veðmálastarfsemi, auðvitað þetta allt saman. Ég meina, ég veit ekki betur en að hún sé líka að það sé bara svolítið komið úr böndunum akkurat, einmitt út af erlendu veitunum og það er ekkert þetta að stoppa þig ef þú ert bara hýsir vefinn þinn eitthvað staðar erlendis. Nei, þú stoppar ekkert svona með boðum og bönnum. Það er miklu frekar að þetta sé tekið inn í kerfin og haft með þessu eftirlit og skattlagt og svo framvegis miklu heillavænlegra. Þetta eru nokkur atriði sem maður getur nefnt til þess að efla einkarekina fjölmiðla á Íslandi en það er einhver alger vangeta stjórnmálamanna til þess að gera nokkrar breytingar á þessu sviði og það samt að það var skrifuð mikil skýrsla einhver nefnd fengin til þess að taka út stöðu einkarekina fjölmiðla og þetta er allt lagt til í þeirri skýrslu, það hefur ekkert verið framkvæmt af þeim tillögum sem þar voru lagðar fram. Og maður á meðan sér maður bara fjölmiðlun hnigna og verða að engu hún er alltaf að breytast þannig mikið en nú, þú ert með broadcastið og svo ég spurði þig bara svona persónulega, hvernig gengur með broadcastið til dæmis? Það er bara, þetta er bara hark í sjálfu sér en sem betur fyrir gengur það ég get lifað af þessu en það verður engin ríkur af þessu og þetta gæti verið og ég til dæmis ég er ekki í þeirri stöðu að geta sótt þennan fjölmiðlastyrk sem að það þarf að vera með 4 starfsmenn launþega, ég er ekki með svo marga starfsmenn og þannig ég fell ekki undir þá kríteríu að geta þegið sama styrk og þau fyrirtæki sem ég er í samkeppni við þannig að það er auðvitað erfitt og í grunninn er ég náttúrulega á móti þessum fjölmiðlastyrkjum per se, bara myndi miklu frekar að RÚV fyrir tekið út á auglýsingamarkaði en er þeir ekki einmitt ágættir svona til þess að vega á móti þessu? Á meðan þetta er svona að þá er það kannski nauðsynlegt en ég myndi miklu frekar að vilja að umhverfið væri bara heilbrigðara en svo að ríkið þyrfti að styrkja fjölmiðla. Það er bara til marksum að markaðurinn fyrir þetta sé óheilbrigður. Þú lærðir fjölmiðlafræði og fjölmiðlun ég meina þú hlýtur eitthvað svona í þínu námi að farið í það með þróun fjölmiðla þegar þeir eru þróast á þessum tíma sem að þú ert í þínu námi bara alveg óbærslega hratt með tilkomu TikTok og Snapchat og allt þetta og það verður til eitthvað svona hliðarafurð fjölmiðlunar og ég meina Facebook það er allir komni með sinn persónulega fjölmiðl og einhvern veginn finnst manni að bæði RÚV og svo fyrir Stöð 2 nú sín hafi einhvern veginn ekki náð að svona halda í við þessa þróun þetta eru svolítið svona stofnanir það eru fastar fyrir þannig að kannski og ég velti fyrir mér
það þá kannski ekki bara jákvætt það sem að sín að gera? Að sín sé að veslast upp og deyja? Já. Það alveg klálega einhverju sem getur tekið undir það sjónarmið og jú, þetta alveg rétt að það voru rosalega mikla breytingar með tilkomu og þessu aðgengi fólks að og hlaðvörpu þetta sem að við bara lifum og hrærumst í þeim heimi. Já, hlaðvörp eru bara sko mest ört vaxandi miðillinn í hinum vestræna heimi og farin að hafa sko talsett meiri áhrif heldur en stærstu fréttastofur heims. Þetta bara, við sjáum bara í Bandaríkjunum, það sko hann Joe Rogan, sko hann með meiri útbreiðslu heldur en þú tekur bara CNN, ABC, Fox, New York Times, allt samanlagt sko. Ég held að einmitt, sá maður honum hefur tekist að brúa einmitt líka svolítið bilið á milli vinstri og hægri sko. Já, einmitt og þetta auðvitað óbúrslega mikil breyting sem hefur orðið og á sama tíma þá hafa eins og segir þessar stofnanir fjölmiðla lítið breyst og þeir sem áður voru svona hliðarverðir fyrir upplýsingar og filteruðu hvaða upplýsingar komist til almennings hafa í raun og veru ekki breytt því hlutverki sínu að neinu leyti og við erum að sjá almenning sko fá bara allt aðrar upplýsingar í gegnum sjálfstæðar veitur eins og x.com og svona og það verður til þetta svakalega vantraust í garð stóru legacy fjölmiðlana af því að miklu leyti vil ég bara segja þeir eru bara oft á tíðum að reka áróður fyrir hinni ríkjandi skoðun eða það sem er ofan á hjá sko, stjórnvöldum hverju sinni sem er alveg algjörlega gagnstætt sko, hlutverki fjölmiðla sem eiga að vera fjórða valdið sem aðhald gagnvart stjórnvöldum en það hefur komið í ljós að til dæmis í Bandaríkjunum sérstaklega og við sjáum þetta alveg hér bara RÚV svona rosalega svona þessi miðill sem að segja okkur að það sé allt í lagi og við getum flissað með Gísla Martin á föstudögum og sem að fær stjórnmálamenn í viðtal og einhvern veginn að normalisera allt sem að þeir eru að gera og þetta er svona margslungið en þetta er alveg mjög áberandi að þeir eru að bara bera út boðskap ríkjandi afla þessi stóru fjölmiðlar og almenningur farin að átta sig og það komið rosalegt svona rosalega gjá þarna á milli sko. En það líka mikil upplýsingaóreiða því að það einhvern veginn ekkert sem við getum reitt okkur á eins og við ættum í rauninni að geta gert. Ég meina ríkisfjölmiðlinn ættu þetta að veita þetta aðhald eins og segir og ég meina ég sko að ólöstu þeim blaðmönnum sem að vinna og ég veit að vel og að heilundum að sinni starfi inn á RÚV, þeir eru ansi margir það einhvern veginn svona samt sem áður spurningi kannski svona vill fólk endilega þessar upplýsingar. Það ekki kannski bara líka að leita sér af upplýsingum og efni sem að einhvern veginn svona ítur undir ákveðnar skoðanir, lífssýn og annað? Já, einmitt akkurat, ég vil líka taka það fram með þetta, það er alveg ljóst að það eru til blaðamenn og RÚV sem eru bara virkilega góði blaðamenn og maður getur alveg lesið við og við fréttir sem eru lausar við hlutdrægni og eru bara svona að segja hlutlægt frá málum en allir þessi blaðamenn verða bara svo fyrir svo miklum áhrifum af henni ríkjandi skoðun í menningunni sem að við hrærumst í og það er það sem að það er að verða þessi miklu skil sko, það eru sko í auknum mæli hópar fólks sem eru bara ósammála inn í ríkjandi skoðun og þess vegna næri þetta ekki saman þetta er klálega sko, ég meina þú sér bara stofnanir eins og CNN eða þessi stóru fjölmiðlar Vestanhafs sem eru sko ekki svipur hjá sjón sko af því sem þeir áður voru bara hnignunin algjör af því að fólk treystir ekki lengur þessum upplýsingum. Já, það er ljóst að fjölmiðla umhverfið alltaf að breytast. Ég meina við mistum hérna fréttablaðið á tímabúti, við erum ekki með neitt útgefið fréttablað, annað heldur en Morgunblaðið sem að einhvern veginn er áskriftablað og hefur svona verið þekkt fyrir að draga taum ákveðina skoðina og þannig að þetta er svona, við erum á svona breaking point, svo ég haldi nú áfram að sletta í fjölmiðlun á Íslandi aðri virðist. Já, og það má ekki gleyma því að
svona fjölræði og fjölmiðlamarkaði alveg óbóðslega lýðræðislega mikilvægt. Það sé sem sagt bæði ólíkir eigendur fjölmiðla sem komur ólíkum áttum og ólíkar áherslur sem að heyrist, öll sjónamið komist að einhver staðar. Þetta er bara svona mjög óheilbrigt lýðræðislega ef þetta verður svona monotónist sko, og ég svo að tala áðan fréttastofu Stöðvar 2, miklar áhyggjur af því ef hún loknast út af þá er náttúrulega bara með eina svona sjónvarpsfréttastofu og en að samaskapi þá náttúrulega fréttastofa Stöðvar 2 sko ofsalega mikið svona monotónísk við fréttastofu RÚV, það er ekki mikill munur á þeim þú veist, en ekki það að það hætti að vera einhverjar allt aðra fréttir í gangi á mismunandi fréttastofum. Nei, þú veist, ef við erum að tala bara harðar fréttir. Já, en frétta svona, þú veist, ef þetta einhvern veginn allt bara, þú veist, allir þessir blaðamenn á ólíkum fréttastofum lepja upp sömu upplýsingarnar frá stórum fréttaveitum út í heimi. Og Reuters og Emit. Þá erum við bara að fá einhvern veginn eina mjólk á sömu kúnni. Já, það er bara... Já, þetta er áhugavert, en sko ég sá það eru lykilstarfsmenn sem hafa horfið núna af síðasta árið bara, það hafa einhvern veginn svona verið að svona, ég tínast af alveg ótrúlegt magn af svona lykilfólki eins og þú segir og það segir okkur aftur bara að þarna eiga sér stað mikill samdráttur og mjög áberandi dæmi að Eva Georgsdóttir sem hafa búin að vera yfir framleiðslunni í áratugi eða 20 ár og bóðslega hæf og reynd kona. Ég held að allir beri Evu Georgsdóttur velsöguna sem hafa unnið með henni. Hún þótti ekki nógu góð til þess að fá stöðu dagskrárstjóra Stöðvar 2 held ég að sú staða hafi verið titluð en korteri seinna þá fékk hún þetta starf sem dagskrárstjóri Ríkisútvarpsins eða Ríkissjónvarpsins sem er talsvert eftirsóknarverðar starf sem segir okkur bara einhvern veginn að forgangsröðunin, þú veist, þetta eru upp á Suðurlandsbraut hjá Sín sé einhver önnur heldur en sko að vera með endilega að hefast á fólki, það er verið að telja baunir sko. Einmitt, og það er mikil mannöður og hefur verið mikil mannöður hann í kringustöð 2 og einu sem ég hétti þetta 365 mailar. Ég meina þetta hefur verið reynt áður svo þú veist þetta samina allt svona undir einum hatti, ég meina þetta fréttastofa 365 maila var einu svona til og svo var til eitthvað sem var svona 24/7 eitthvað frétta tilraun og það hefur svo sem alveg gustað þessa stofnun spurning hvort að þetta verði kannski svona hið síðasta en ég sko deili áhyggjum þínum af X-inu að því að ég sá eitthvað staðar að X-i væri bara blússandi siglingu núna bara einhvern veginn svona öllum á óvörum kannski. Það er rétt, það er búin að vera síðastlið ár sko miklu stærri hlustunulega heldur en FM 957 sem að sögulega hefur oftast ekki verið þannig. Já. Einhver hvað svo orðið við mig að X-i væri orðið svona Rás 2 og menna Rás 2 væri orðið svona meira bylgjan og ég veit svo sem ekkert hvað til í því en ég held að það sé sko einmitt að því að þetta eru svona household nöfn í fjölmiðlamarkanum og við byrjum öll svona ákveðna taugar til þessara stofnana. Einu sinni að því að ég vann nú þarna í 23 ár ákveðist tími og það var nú einu sinni að í einni yfirtökunni og sammenningunni að það var ákveðið að X 977 skildi nú heita Radio X. Ég man eftir því. Og okkur sem vorum aldur upp á X-inu fannst þetta afskaplega hvimleitt en við þurftum að kyngja þessu og þetta var svona í nokkra mánuði og svo fórum við á skrifstofu forstjóra hvort það hét Norðurljós þá eða þetta var allan áðurinn var 365 Íslenska útvarpsfélagið eða Norðurljós og þá var hann Sigurður G. Guðjónsson forstjóri og við fórum til hans og sögðum, þetta er hræðilegt sko. X-ið var sko þá 10 ára gamalt vörumerki og okkur fannst bara algjörlega fráleitt að henda 10 ára gamlu vörumerki. Það er stofnað 1993 og Sigurður G. sem betur fyrir að bara, þetta er bara hárri rétt hjá okkur strákar. Við bara breytum þessu aftur í X 977. Ég held að þessi aðgerð núna með stöð 2 sé að sama meiði. Það muni eftir nokkra mánuði eða 1 ár, 2 ár þá kemur einhver svona MBA sérfræðingur innan sínar og segja, þetta var ekki gott, við þurfum að breyta þess aftur í stöð 2
og Stöð 2 kemur aftur og heimili landsmanna og það verður kynnt með pomp og prakt. Já, Það er svona- þetta er eitthvað svona ákveðin óstöðuleiki en hérna við bara býðum og sjáum hvað verður. Þetta, það var dásalegt að fá þig, Frosti Lóðsson. Takk fyrir að bjóða mér. Takk kærlega fyrir mig og okkur og ég þakka í bili, bið ykkur að tóka við því að það er meira hér eftir auglýsingar. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.